Komið sæl og verið velkomin í fótboltasögu fyrir svefnin og það sem við krifjum fótboltasögunum til merkjar. Ég heit Ólafur Bjarni Hákonarson og með mér er Stefán Pálsson og í dag ætlum við á svona frekar einkennilegar slóðir, Zaire og Haítí. Já, við ætlum 50 ár aftur í tíman tæplega. Já. HM 1974. Já. Passlegt, það er náttúrulega þá sem að hollendingar blómstra með Total fútbol og hollenska landsliðstreyjan mjög viðeigandi. Akkur ég er í einhverjum Já, hvaða treyja er þetta? Ég er Luton-ból frá því svona aldamót. Já. Það var nú bara gripið svona til þess að eiga einhvað. Já. Ég var nú greinlega verið aðeins snettari þá. En heimsmeistaramótið 1974 er skemmtilegt og þá erum við líka komin á þann tíma að það er hægt að bara fá ansi góðar klippur á netinu. Einmitt. Bara skoðar þetta á YouTube. Já. Þá er þetta að sjá heila og hálfu leikina eða allavega svona helstu svipmyndir úr flestum leikjum. Löng highlights af flestum leikjunum hana. Já. Og það er náttúrulega, þetta móti er náttúrulega frægt fyrir það að Vestur-Þjóðverjar verða heimsmeistarar á heimavelli, slökkva í hollendingunum sem að svona fengu fyrir viki kannski það orðspor að vera eitt af svona bestu liðunum sem ekki tókst að vinna og svona og hollendingar vilja meina þetta hafi nú verið mikið áfall fyrir fótboltann. Það er í góðum flokki með 82 liði Brasilíu. Já, og Ungverjunum 1954, þetta eru silfurskottur sem að en á þessu móti voru óvenjuleg andlit. Það eru 2 lönd sem að kepptu þarna í fyrsta og eina skipti á HM og svo sem kannski litla líkur og það muni breytast mikið. Það er Haítí frá Karibahafinu og það er Zaire frá Afríku. Og Zaire er land sem að nú lengst af bara belgíska Kongó og höfðu svo nokkrum árum áður tekið upp þetta nafn. Þetta var svona hluti af tilraun til þess að svona af Evrópuvæða samfélagið með nafngiftum og öðru slíku og í seinni tíð þá er talað aftur Kongó eða lýðræðislega lýðveldi Kongó og náttúrulega land með alveg skelfilega sögu af borgarastyrjöldum og gríðarlegt mannfall sem hefur orðið og blóðbað í því öllu saman. Bæði löndin og í rauninni við erum náttúrulega og ekki er ástandið mikið betra á Haítí sem er náttúrulega en bara sundur tætt af spillingu, glæpalýð hafa ekki náð að jafna sig af hörmulegum jarðskjálftum, eru eitthvað fátækasta landið á vesturhveli og bæði lönd hafa dökka pólitíska sögu og hún kemur mjög við sögu í því sem við erum að fara að ræða hér á eftir. Já, það er einræði þarna í þessu löndum á þessum tímum. Já, þetta eru einræðisherrar og í báðum tilvíkunum að ræða einræðisherra með áhuga á fótbolta. Við skulum þó hafa í huga þegar að rætt er þetta að umfjöllunin þessi lið í fótboltasögunni og kannski sérstaklega af íþróttapressunni á þessum tíma var mjög rasísk og tengist í rauninni hlutum sem að við vorum náttúrulega búin að fjölluðum hérum fyrir 2 þáttum síðan þegar við vorum að tala sögu HM að þá er það í tengslum við heimsmeistaramótið í Þýskalandi 74 þá er haldið FIFA-þingið 74 þar sem verður þessi gríðarlega áhrifamikla hallarbylting þar sem að Sjá Havilans tekur við af Stanley Rose sem að er í rauninni svona Havilans stígur fram sem fulltrúi þriðja heimsins á móti stóru evrópsku liðunum og hans stóra mál í kosningunum er það að hann lofar stærra heimsmeistaramóti og hann vill fjölga liðunum frá Afríku, frá Norður-Ameríku, frá Asíu og
viðbragðið við þessum liðum kannski endurspeglar það að þetta er svona ákveð varnarviðbragð sem á sér stað hjá evrópsku fótboltaelítunni er að þeir fara þá að sjá offsjónum benda á að þetta sé nú bara eitthvað lið sem að þetta séu bara einhver lið sem kunni ekkert neitt og þetta séu bara eins og stór börn hafi ekkert erindi inn á einhvern fótboltavöll, það sé kannski allir lagi að umbera 2 svona lið á móti, segjum kannski 3 á 16 liða móti, en að fara að fjölga svona liðum, það er bara einhver trúðsleikur, það myndi þýða bara fullt af leikjum sem að færu 10-0 og þetta sé ekkert tími til þess að vera með einhverja jákvæða mismunum. Það eigi bara að vera 16 bestu liðin og það er hamrað á því, sko, enskir blaðamenn eru ofboðslega sárir því að England hafði setið eftir. Pólverjar höfðu slegið Englendinga úr keppni í forkeppni HM þarna og Englendingum fannst einhvern veginn að þessar þjóðir, Haítí og Zaír, væru á einhvern hátt búin að stela sínu sæti. Þetta verður dálítið að hafa í huga sem bakgrunn. Já, en þeir fá þá að taka þátt á þessum mótum og vinna, sko, Zaír er besta liðið í Afríku. Það er í rauninni ekki umdeilt. Þeir nældu sér í júgóslavneskan þjálfara Vítisits að nafni sem að hafði farið með Marokkó í HM 1970 í Mexíkó og bara staðið sig með ágætum. Hann hafði verið bara keyptur upp á grunni þess árangus þú svo að Marokkó borgaði vel að þá borgaði Zaír betur og hann hafði gert Zaír að Afríkumeisturum og því var tryllingslega fagnað í heimalandinu, leikmönnum var flogið heim í einkaþotu forsetans og hann lofaði þeim öllum og stóð svo sem við það að þeir fengju hús og þeir fengju bíl. Og það var nú ekki dónalegt í Afríku þessara ára og markmiðið var samt alltaf að Zaír myndi síðan keppa fyrir hönd Afríku í úrslitakeppni HM. Það var stóra markmiðið og Vítisits tekst að fara með Zaír alla leið. Já. Þeir slá Marokkó bara sannfærandi úr keppni á leið sinni þangað. Meira að segja, og það er nú dálítið kaldhæðnislegt, segir nú kannski sitt það hvað sko stjórnkerfið fótboltans í Afríku var brothætt. Að það er ekkert ólíklegt að Zaír hefði gert atlögu í það minnsta og átti alveg góðan séns á að komast til Mexíkó 4 árum fyrr. En það var ekki úrslitin á fótboltavellinum sem að réðu því, heldur hafði embættismaður í knattspyrnusambandinu gleymt að senda inn þátttökutilkynningu. Okay. Sem er nú eiginlega eins blóðugt og það getur orðið. Og hvað Marokkó fór þá í staðinn? Marokkó í rauninni vinnur þá forkeppnina í staðinn og það er svona ein af stóru hvað ef spurningunum fyrir Zaír þjóðina er þetta sko hvað ef þeir hefðu mætt til Þýskalands sem landslið með reynslu. Já. Komið reynslunni ríkari og ekki þurft að læra einhvern veginn allt frá grunni. En lykilmaður í þessari sögu allri er Mobutu Sese Seko. Já, einræðisherra. Einræðisherra í Zaír sem að rænir völdum alltaf mjög snyrtilegur til fara. Mjög snyrtilegur til fara en síðan með tímanum þá fer hann sko fyrst er hann nú eiginlega bara svona frekar embættislegur með glerugna glámur en síðan þegar hann ákveður að fara í svona þjóðlega endurvakningu og uppræta
evrópsk menningar áhrif í landinu, þá fer hann að klæða sig í hléparaskinn og þetta alveg glæsilegt uniform á honum í hléparaskinninu með háa hattinn og það saman. Hafði sem sagt stungið forvera sinn í bakið og rænt völdum af honum og hann Ekki bókstaflega, bara mjög, já, ekki bókstaflega, það hefði ekki truflað hann því að hann sýndi töluverða grimmd, pólitískir andstæðingar voru bara drepnir, þeir voru bara hengdir á íþróttaleikvöngum eftir þessa valdatöku 1965 en Mobutu duglegur að nota þau tækifæri sem að kalda stríðið skammt á honum. Að þó að hann hafi verið algjör populisti og kom nú reynda með það vildi nú meina það að stjórnarhættir hans að þeir hefðu sig yfir kapitalisma og kommunisma og bjóð til þetta frábæra slag og ekki til hægri, ekki til vinstri og ekki einu sinni í miðjunni sem átti einhvern veginn að lýsa staðsetningu hans á hinnu pólitíska litrófi, hann væri bara einhvern veginn stærri og öðruvísi bara einhver mobutuismi einhver mobutuismi þá var það nú þannig að Vesturlöndum fannst mikilvægt að hafa hann þó allavegna ekki Sovjetblokkar megin, þannig að hann ræktaði sérstaklega framanna mjög vel tengslin og var studdur sérstaklega eftir að fór að halla undan fæti í fjármálum að þá kom Alþjóðabankinn ítrekkað honum til bjargar og það voru þá pólitísk lán. En þarna í byrjun þá lítur allt saman mjög vel út vegna þess að auðæfi Kongó eins og landi hét þá og svo Zaír eftir 1971 byggðust á einhverju mestu koparnámum í heimi og það var endalaust þörf á kopar til þess að knýja bara inn á Vesturlöndum og víða heim byggja upp raforkukerfi og annað slíkt og koparverðið í hæstu hæðum og Mobutu gengur ótrúlega langt í að ryksuga upp þjóðarauðinn fyrir sjálfan sig og bara í rauninni einn ósvífnasti einræðisherra Afríku, þá bara langt til jafnað í því hvað hann gengur langt í spillingunni. Hann dregur fé hérna upp á marga milljarða bandaríkjadala ekki sett. Óheyrilega tölu. Og þetta gengur allt saman mjög vel á meðan að koparverðið svona hátt. Það krassar, það bara verðið á kopar fellur helming vegna olíukreppunar 1974, þannig að þegar að þessi saga sem við erum að fara að fjalla hérna gerist, að þá farið að hrikta í stóðunum en menn átta sig samt sem áður ekki á því hvaða hrun yfirvofandi. Mobutu var fótboltaáhugamaður en jafnvel þó hann hefði ekki verið fótboltaáhugamaður þá var rökrétt að hann setti fókusinn dálítið á knattspyrnu. Knattspyrna hafði beinlínis skipt máli í pólitískri sögu Kongó vegna þess að Kongó svona saga þess í nýlendu sögu Evrópu mjög sérstök. Þetta verður mjög seint nýlenda en yfirtekin af Belgum sem að koma seint til sögunar sem nýlenduveldi og lengi framan af í rauninni belgiska Kongó bara persónuleg eign Leopolds konungs Belgíu og belgar ákveða í rauninni og kongurinn sérstaklega að bara bæta sér upp hvað þeir hafi komið seint til sögunar með því að bara vinna upp nýlendu kúun og viðbjóð fyrri alda og grimmdin, þrælahaldið,
pyntingarnar sem að þrælarnir í Kongó voru látnir sæta eða náðu ekki að inn af hendi það vinnuframlag sem til var ætlast af á hverjum degi var alveg sko viðurstyggilegt þannig að öðrum Evrópuþjóðum bara misbýður þurfti nú talsvert til og lokum Belgía tekin úr höndum konungsins sett undir belgíska ríkið en pólitíski sko að mörguleiti það fyrstu sko stóru mótmælin gegn belgískum yfirráðum í Kongó þau tengjast fótbolta. Það voru knattspyrnuflokkar sem að komu frá Belgíu spiluðu á móti heimamönnum dómararnir voru alltaf belgar og þegar að fólkinu þóttu þeir draga taum belgísku gestana á móti heimamönnum að þá verður það til þess að skapa talsverðan sko æsing og uppþótt. Þannig að fyrstu stóru belgísku mótmælin í Kongó eru beinlínis afleiðing af fótboltaleikjum. Þannig að Mobutu mátti alveg vita það að fótbolti væri tól sem að hægt var að nýta í þessu skyni en hann heldur ekki einn vegna þess að þegar að þessi Afríkulönd gömlu nýlendurnar fara að verða sjálfstæðar ein af annari á 7. áratugnum þá eru margir forsetar og margar ríkisstjórnir sem að nota knattspyrnuna sem sameiningatákn af því að það er verið að búa til í fæstum tilvikum voru þessi nýfrjálsu afrísku ríki þjóðríki. Þetta voru lönd sem að höfðu verið bara búin til með einhverjum rúðstyrkum einhverja nýlendu herra. Já, og margar mállískur talaðar í þessu löndum. Ótal tungumál, trúabrögð og fátt sem sameinaði og það var kannski sérstaklega lukkaðist það vel í Ghana sem að eitt af svona fyrstu nýfrjálsu afrísku ríkjunum. Þar grípa yfirvöldin til þess að það bara óboðslegt fútt sett í að búa til landslið, svörtu stjörnurnar í Ghana og það er merkilegt að Ghana var sko stórveldi í Afríkuboltanum þeir eiga held ég ennþá flesta Afríkumeistaratitla og eftir og það er merkilegt að Afríkumótið í knattspyrnu er eldra heldur en Evrópukeppnin. Okay. Þeir voru bara mjög fljótir til að stoppsetja það. Evrópukeppnin kemur ekki til söguna fyrir 1960, þá eru Afríka búin að spila í nokkur ár. Okay. Þannig að Ghana er svona sögulega séð risaveldi í afrískum fótbolta, en þeir voru alltaf óheppnir þegar að koma forkeppni í HM, þannig að það er til þess að gera stutt, ég held sér 2006 sem þeir komast í fyrsta skipti í úrslitakeppni heimsmeistaramótsins. Og voru nú, 2010 fóru þeir 8 liða úrslit sem var besti árangur Afríkuliðs þar til að Marokkó. Töpuð þar á móti Úrúgvæ, ekki satt? Þar á móti Úrúgvæ og ekki kannski sérstaklega vinsælegt þarna á milli núna til dags? Nei, það var frægur alræmdur leikur. En sem sagt, þannig að Mobutu horfir náttúrulega til þess að þetta er öflugt tæki. Eitt af því fyrsta sem þessi nýfrjálsu afrísku ríki gera þau byggja risastóra fótboltaleikvanga sem að jafnframt eru þá samkomustaðir, þar eru hersýningar, þar eru innsetningar athafnir fyrir forseta, þar eru þessi fótboltaleikir, landsliðin verða þetta sameiningatákn, þanga koma leikmenn og frá ólíkum þjóðabrotum og það er lögð mikil áhersla á að koma upp landsmótum. Þannig að í löndum þar sem að samgöngur eru ofboðslega erfiðar og flóknar, þá er samt sem áður reynt að hafa bara deildarkeppnir og þetta tengir
verður oft aldrei svona límið í þessum samfélögum. Já. Þannig að þetta er svona meðvita, þetta er svona nation building project hjá mörgum af þessum leiðtogum. Fótboltinn að nota þetta aldrei sem tungumál, kannski. Hann er notaður, já, og þeir tengja sig stíft við þetta. Einræðisherrar, þeir vilja pósa með fótboltamönnum. Og til að taka þetta enn lengra að þá tekst Mobutu, hann kaupir upp vitið sitt sem þjálfara og borgar upphæðir sem að Marokko stjórnlét sig ekki dreyma að jafna og vitið sitt sem landsliðsþjálfari Zaír er bara meðal hærra launuðu þjálfara í heimsfótboltanum á þessum tíma. Annað sem að Mobutu gerir líka sem að þykir kannski skrítið í dag. Zaír vegna þessara menningarlegu tengsla við Belgíu hafði talsvert af belgiskum liðum og síðan frönskum nælt sér í fótboltamenn frá Zaír sem að voru nú farnir að leika í Belgíu. Áttu margir hverjir við óbóðslegan rasisma að stríða þar og gengdu miklu svona brautryðjanda hlutverki. Í dag myndu kannski flestir telja að það væri bara frábært fyrir uppbyggingu á fótboltalandsliði að eiga leikmenn sem að vera að spila í sterkari erlendum deildum. En það er dálítið svona nútíma hugsunarháttur sem að byggist líka bara á því að það sé ekkert mál að taka bara þotu heim í leiki. Leikmenn sem að fóru og spiluðu, afríski leikmenn sem fóru og spiluðu í Evrópu, þeir voru eiginlega bara duttu fyrir vikið út úr landsliðum. Þannig að voru valla gjaldgengið, það var enginn að koma heim fyrir eitt leik. Það var bara margir að vikna ferðalag og Mobutu ákveður okkar bestu menn eru menningarverðmæti og hann þrýstir á þessa Zaír atvinnumenn í Evrópu að þeir skuli snúa tilbaka. Það gerir hann með gylliboðum, það gerir hann með bara hreinlega hótunum að fjölskyldur þeirra muni bara lenda í vandræðum ef að þeir láti sér ekki segjast. Og í þeim tilvikum þar sem þessi menn voru samningsbundnir þessum evrópsku félögum, þá stígur ríkissjóður Zaír einfaldlega bara inn og kaupir upp samninga. Þannig að Zaír er að kaupa sína eigin fótboltamenn af belgiskum og frönskum félögum jafnvel fyrir svimandi upphæðir. Bara til að hafa þá heima við til þess að landsliðsþjálfarinn hafi hér nógu úr að spila. Og þeir bara í eigu ríkisins? Þeir bara í rauninni eigu ríkisins og í sjálfu sér kannski kvartaðir ekki. Þeir fengu hús og þeir fengu bíl í þessu svona í fínumanna hverfi í Kinshasa sem eftir að Leopold Will breyttist yfir í Kinshasa. Mobutu tekur upp afrískara nafn. Hann krefst þess af þegnum sínum að þeir taki upp afrísk nöfn í stað þeirra evrópsku ættarnafna og skírnarnafna sem að höfðu tíðkast. Prestum er bara hótað löngum fangelsisdómum ef þeir vogið sér að skýra börn evrópskum nöfnum. Þeir fótboltamenn sem að ekki hlýðnuðust og vildu ennþá heita bara þeim nöfnum sem þeir höfðu aðlist upp við, þeir gáttu lent í vandræðum og voru jafnvel ekki valdir í liðið. En Zaír er komið á HM 1974 og þeim er fagnað sem hetjum. Það eru almennir frídagar í landinu. Mobutu pósar náttúrulega bara með þessum hlébörðunum eins og landsliðið var kallað og hann lofar þeim stórkostlegum bónusum. Bara
Sigurbónus við marka Þeir munu bara fá bónusa fyrir það að hafa komist í keppnina, að þá telja þessi leikmenn þegar þeir hafa bara unnið forkeppnina með þau lofur sem þeir hafa fengið frá stjórnvöldum, þá telja þeir að þeir séu bara auðugir menn. Að þeir fái bara margföld árslaun hérna í verðlaun og enn meira fyrir góðan árangur í Þýskalandi, þar sem að bæði liðið sjálft og sérstaklega náttúrulega Mobutu-stjórnin og almenningur í Zaír var fyrir að byggja mjög óraunsæjar væntingar það hvað menn myndi gera. Því að Zaír var ekki mætt á HM 74 bara til þess að fá reynslu og reyna kannski að vinna eins og einn leik. Menn voru komnir til þess að fara langt og jafnvel, ef allt gengi vel, verða heimsmeistarar. Kannski stilla þessu, alltaf möguleiki, leikið með hjartanu, pingu skellur þegar það var dregið, heimsmeistarar Brasilíu, Júgóslavía og Skotland, en menn voru bjartsýnir. En úrslitin kannski ekki alveg eftir. Úrslitin ekki alveg eftir því, en áður heldur en við förum og fylgjum Zaír í mótinu 74 eftir, þá skulum við fara að tala um hitt landið. Það er Haítí. Og þar höfum við aftur einræðisherra sem var nýlega tekin við völdum, Baby Doc Duvalier, sem að hafði árið 1971 varð hann yngsti forseti í heimi, 19 ára gamall. Já, sæll. Hvað varst þú að gera þegar þú varst 19 ára? Man ekki svona eftir. Nei, Skulum eitthvað að rifja það upp, sko. Hefur verið góður innræðisherra? Geta ekki sagt það. Þannig að hann er 22 ára gamall og hann er með fótbolta á heilanum. En ástæðan fyrir því náttúrulega að hann verður 19 ára innræðisherra var svo að Baby Doc Duvalier var sonur Papa Doc Duvalier. Og Papa Doc er í rauninni, sko, hann er stóri skúrkurinn í sögunni. Hann rænir völdum Haítí 1956 og heldur þeim í krafti þess að vera yfirlýstur andkommunisti, og ef þú varst andkommunisti og á móti Kúbu, þá varstu maður Bandaríkjastjórnar. Þannig að Bandaríkin leyfunum hvað sem er. Og þetta er gjörsamlega viðbjóðsleg einræðisstjórn. Hún er náttúrulega, það þarf ekki að taka það fram að hún er spillt og hérna einn aðal auður Duvalier ættarinnar var það að bara tóbakssalan í landinu, tóbaks framleiðsla mikil og síðan bara öll sala á sígarettum og öðru slíku, var allur hagnaður, þetta rann bara beintin á enga reikninga og Duvalier byggir upp óboðslega mikið svona persónudýrkunar költ, alveg á sama hátt og Mobutu gerir allan sinn feril og ágerist í rauninni undir lokin. Og það sem að það er mjög heillandi skáldsaga eftir Graham Greene, sem að er nú sennilega bara það sem ég ætla að lýsa þessu einna best, þetta er Trúðarnir, Comedians, sem að gerist í Haítí undir stjórn Papa Doc, þar sem að þessi svona átrúnaður og persónudýrkun á forsetanum blandast saman við vúdútrú og svona staðbundnar svona vúdú hefðir. Þannig að og þetta er mjög heillandi en skelfilegt að
forsetinn svona í einhverju aðalhlutverki, hann gætir þess viljandi að vera alltaf með sko risastór sólgleraugu, þannig að sést aldrei í augun á honum. Hann talar djúpri röddu, hann reynir að búa til svona áru í kringum sig, þar sem að það eiginlega óljóst hvort að hann sé fyllilega mennsk vera eða hvort að hann sé svona voodoo persóna í hérna, þó jafnframt í nánum tengslum við Guð og Krist. Já, og var kannski eitthvað það klikkaður að trúa því bara sjálfur líka? Það margt sem bendir til þess, því að til að mynda á einhverjum tímapunkti þá það nú eina af svona frægari sögunum sem að tengist Papadok að pólitískur andstæðingur sem hann hafði látið drepa, hann einhvern veginn beit það í sig að hann hefði endurholdgast sem svartur hundur. Já. Og í kjölfarið þá eru dauðasveitirnar virkjaðar í það, þær fara bara allt og drepa alla svarta hunda sem að sjást í landinu. Af öðru, og þetta eins og ég segi, maður þarf að sko, doppultekka og þrítekka sumar af þessum heimildum, því þetta hljómar svo bara eins og flökkusagnir, en hann hafði sem sagt höfuðið af öðrum pólitískum andstæðingi af höggvið upp í skáp hjá sér alla tíð. Þannig að þetta svona, já, þetta svona paranoid, sturluð, einræðisstjórn, gjörspillt sem að gengur í rauninni bara út á dauðasveitir sem að eru síðan fjármagnaðar með eiturlyfjasölu og öðru slíku. Þegar að kallinn deyr, 71, þá felur hann bara synunum að taka við. Baby Doc átti sko 3 eldri systur og þær hefur sennilega allar verið betur til þess fallnar að taka við völdum. En Baby Doc lætur tilleiðast og hann nú svona minna sokkinn ofan í vúdúruglið og hérna maður sé þessa komplexana. Hann bara svona hefðbundnari spilltur einræðisherra sem lætur aðra að sinna verkum. Hann heldur sturlað brúðkaup þar sem að kostnaðurinn var svimandi og einhverjum tímapunkti var því slegið fram að þetta væri dýrasta brúðkaupsveisla sögunar og þær eru nú margar stórar í gegnum tíðina og það í landi þar sem að langflestir voru undir lágmarkslaunum. Og hann áhuga lítill pólitík, felur sínum svona undir sátum að sinna þessu og nýju eiginkonunni og eiginlega aðalega bara uppfullur af því að vera svona glaumgosi en átti þó til að hefna sín. Og hann fótboltaáhugamaður. Og Haítí með bara fína fótboltakynslóð á þessum tíma. Fram að þessu hafði svona þeirra svona frægðar moment í fótboltasögunni verið það að Bandaríkjamaðurinn sem að skoraði sigurmarkið á móti Englendingum í frægum leik á HM 1950, hann var ættaður frá Haítí. Joe Gatchens. Joe Gatchens, nákvæmlega. Og ég held ég fari rétt með að hann hafi síðan verið drepinn af öðrum hvorum Duvalier-feðgana. Einmitt, það rétt. Og sem að bræður hans voru einhverju uppreist þarna á móti. Og þannig að það að vera fótboltahetja dugði honum ekki til lífs. En Haítí alveg svona, þeir eru alveg þokkalega sterkt lið í Karibahafinu á þessum tíma. Yfirleitt var þetta þannig að Mexíkó átti sem sagt sæti Norður-Ameríku. Þannig í rauninni var öll forkeppni fyrir HM þar sem að Norður- og Mið-Ameríka átti 1 sæti, hún var formsatriði þar sem að Mexíkó
var langbest og vann alltaf. Fyrsta skipti sem opnaðist möguleiki fyrir annað lið að komast inn, það þegar mótið var haldið í Mexíkó 1970 og þá það El Salvador sem að tekur það sæti eftir að hafa unnið Haiti í oddaleik. Já, ok. Þannig að þeir eru alveg sterkir. En Baby Doc vill fara alla leið og hann kemur því til leiðar að Norður-Ameríku mótið, úrslitakeppni þess, fer fram, hvort þetta 72-3, fer fram á Haiti og Norður-Ameríku mótið á þessum árum þjónar sem forkeppni fyrir HM. Þannig að Haiti í rauninni að leika á heimavelli sem náttúrulega talsvert forskot. Já. Og ég held að það þurfi engum blöðum það að flétta að þarna voru ýmist hótanir í garð dómara en ennþá fremur bara brún umslög sem skiptu hendur því að dómgæslan í mótinu Haiti gríðarlega hagstæð. Og þeir gera hvort tveggja, þeir hygla Haiti í öllum þeirra leikjum, fræg var viðureign á móti Trinidad og Tobago þar sem að 4 mörk voru dæmd af gestunum. Í 2-1 sigri Haiti. Í 2-1 sigri Haiti. Trinidadmönnum. Minnst af þessum leikjum voru festir almennilega á filmu þannig að sjónvarpsupptökur eru allavega í versta falli mjög lélegar. Já, engin sönnunargögn. Það erfitt að fullyrða það og svo leið Baby Doc nógu klókur til þess að hann saboterar líka leiki Mexíkó. Þannig að það ekki bara það að Haiti fái dóma með sér, Mexíkó fær dóma á móti sér. Sem voru langbestir. Þeir voru taldir langbestir, höfðu farið í 8 liða úrslit HM á heimavelli 4 árum fyrr og það var rauninni bara litið á þessu stór slys að Mexíkó kæmist ekki. Og þetta meira sér hannig að Haiti búið að vinna mótið fyrir lokaleikin á móti Mexíkó og máttu mér að tapa honum eins og þið gerðu. Þannig að Haiti komið til Haiti komið á HM eins og Zaír og í báðum tilvikum kemur einræðisherran kemur fram á myndum, ekur með þeim götur borgarinnar, áhorfendurnir hrópa ekki nafn liðsins, heldur nafn einræðisherrans. Þannig að þeir bara, einræðisherrin finnst gaman að baða sig í sigurgljóma fótboltaleikja. Og leikmönnunum lofað gulli og gersemum. Og víkur þá sögunni til sjálfrar keppninar í Vestur-Þýskalandi 1974. Bæði liðin renna alltaf blint í sjóin og allir gera það líka. Það ekkert internet. Það hefur enginn séð landslið Zaír af mótherjunum. Riðillinn hjá Zaír nú heldur ekki árennilegur. Nei. Það Skotland. Nei, Skotlandi voru Zaír megin, riðillinn hjá Haiti eins og segja, hann jafn órennilegur og hjá Zaír. Zaír var sem sagt eins og sögum áðan með Skotana og Júgoslavíu og Brasilíu. Haiti fær Ítali og þeir mæta Pólverjum og svo Argentínu. Og en enga síður þó svo að þessi dráttur hafi ekki átt að gefa minnsta tilefni til bjartsýni fyrir bæði lönd, þá mæta þau mjög kokkröst. Zaír fer í langt æfingaferðalag þar sem við gera meðalans þau mistök að spila leiki í Sviss þar sem að bara
loftslægið bara sjokk fyrir þá, bara skítkalt þó að í júnímánuði eru fyrst og fremst að leika bara við félagslið, slök félagslið, jafnvel svissnesk og ítölsk og þýsk úrslitin eru ekki burðug, en það breyti því ekki að bæði lið eru bjartsýn þegar að komið til leiks. Nú máttu velja, hvort ætlum við að byrja á Haítí eða Zaír? Ekki bara byrja á Haítí-mönnum? Byrjum á Haítí-mönnum. Haítí tekur á móti Ítölum í fyrsta leik. Já. Og þetta gengur svona glimrandi. Já. Halda hreinu í hálfleik. Ítalirnir sem höfðu nú bara mætt býstna kotrósknir. Dino Soff, markmaður Ítala, hefði ekki fengið á sig mark í einhverjar 1130 mínútur. Já, sem að var heimsmet sem að, ég held að það standi bara ennþá. Haldi hreinu og það allt, og það var ekkert verið að spila einhverja forkeppnisleiki við Liechtenstein á þessum árum, þannig að þetta voru að halda hreinu einhverja 12 leiki og það meir og minna á móti topp mótherjum. Og Haítí kemst yfir. Í seinni hálfleik hana. Já, ná þarna forystunni og náttúrulega ærist alltaf af fögnuði, áhorfendur, og þetta nú pingu skrítið í dag þegar við erum vön því að hver einasti leikur á HM sé smekkfullur og miðarnir á yfirverði. Þá var þetta nú þannig að áhorfendur voru kræsnir. Það eru hálftómir vellir þegar að það eru minni leikirnir og þráttur það var búið að keyra niður verðið. En áhorfendur bara stökkva allir á Haítí-vagnin, en síðan ná Ítalir vopnum sínum og skora þarna jafna leikinn, komast yfir og taka svo 3. markið til lokin. Vinna þetta 3-1, en Haítí bara búið að standa sig miklu betur heldur en okkur hefði trúað. Geta bara gengið frekar stoltir frá sínu. Stoltir frá sínu. Og yfirvöld bara Baby Doc, þó hann hafi nú kannski haft einhverjar órunsæður hugmyndir það að koma heim með einhverja byggara, hann sáttur. Svo ríður ógæfan yfir. Það sem var búið að innleiða á þessu móti voru lyfjapróf. Já. Og það eru teknir, það eru slembi valdir 1-2 menn úr hverju liði, og það tekin varnarmaður að mig minnir Ernst Sean Joseph held ég hann heiti. Já, þetta er ekki kunnur fyrir. Þetta hans svona tilkall til frægðar í veröldinni að hafa verið óheppinn og verið valinn í þessu lyfjaprófi, og greinist með ólöglegt efni í æðum. Já. Og grípur strax til, segir bara strax, heyrðu, ég er með astma. Og þetta, ég tók bara astmalyf. Það er nú einhver panikk í herbúðum þeirra Haítímanna, og liðslæknirinn í staðinn fyrir að bakka upp þessa sögu segir bara nei, hann er ekkert nefn það, og þetta er bara rugl. Fer svo að grípa til þeirrar sérkennilegu málsvarnar að leikmaðurinn sé svo heimskur. Það sé ekki þetta að gera kröfu til þess að hann viti hvað hann hafi sett ofan í sig, og þetta er bara éti allt sem að kjafti komi og svona. Er það kannski gert út af einhverju hræðslu viðbrögð? Það er mögulega. Þetta sé svona einhvern veginn hugmyndum að hann vilji þvo hendur sínar af þessu, því að þetta var ekki að fara að mælast fyrir. Því þetta er fyrsti leikmaðurinn til þess að falla á lyfjaprófi bara í sögu HM. Viðurlögin sjálfur sér ekkert meiri heldur en bara leikbann fyrir viðkomandi mann. Já. Og úrslitin bara standa og þetta hefur engin þannig áhrif. En Baby Doc er fokvondur, og þarna þegar fara bara leikmaðurinn og liðsfélagar hans bara að óttast
afleiðingarnar, hvað muni gerast. Á hótelinu þeirra eru alltaf á svæðinu menn úr lífverði forsetans, þannig að þó að Duvalier sé heima í Haítí, að þá eru hérna hrottarnir hans á staðnum og leikmaðurinn er bara sko eins og nötrandi hérna laufblað í lobbyinu á hótelinu, sko bíðandi örlaga sinna, leikmennir hræddir hvað muni gerast og svo koma einhver skilaboð frá einræðisherranum hvað gera skuli og Vesalings leikmaðurinn er bara lamin í plokkfisk, meir og minna bara fyrir framan liðsfélaga sína og dregin bara grátandi og öskrandi út í bíl og keyrt með hann í burtu. Já. Og enginn veit hvað er að fara að verða hann. Einmitt. Leikmennir eiga bara í rauninni von á því að félagið þeirra verði bara drepinn. Já. Það er óljóst hvað gerðist, hann lifði, við skulum nú ljóstra því upp strax, en það er farið með hann heim til Haítí, menn tengdir mótinu sem úr farastjórn, úr þýska farastjórnateiminu, verða þessa áskynja og reyna að senda FIFA skilaboð að þarna sé bara leikmaður á mótinu í lífsættu, það sé vera rænunum og fara með hann úr landi með valdi, en FIFA kýsa hlusta ekkert á það og sá maður er rauninni bara settur af fyrir að kjafta frá þessu. En einhverjar sögur eru nú það að Duvalier hafi látið brjóta báða handleggina á leikmanninum í refsingaskyni, en hann komst þó aftur á lappir og átti eftir að spila fótbolta í heimalandinu eftir það. Já. En liðið fer þarna í leikinn á móti Skotlandi. Pólandi fyrir ekki. Sem sagt, þá gerist þetta tvennt að þetta er ekki kjör undirbúningur. Að þú bara teljir að það sé búið að drepa liðsfélagið þinn, þú ert búin að baka þér reiði einræðisherrans. Þeir fara þarna í leikinn ekki vitandi stöðu vita ekkert stöðu og þeir rauninni vita ekkert hann fyrir en að komið aftur til Haítí í lok móts. Okay. Og þar hrýnur, þannig að fyrir vikið þá hrýnur allt. Já, 7-0 tap. 7-0 tap á móti Póllandi, það hefði getað verið 10-0. Já. Og lokaleikurinn, hann er á móti Argentínu, hann fer líka 3-1, sem er alveg sko virðingaverð úrslit, en ber þá kannski að hafa í huga að Argentína er þá í rauninni komin áfram. Argentína þurfti bara að landa sigrinum, hefðu nú líklega ef þetta snúist markatölu þá hefði staðan getað orðið verri. Og liðið bara ennþá í sjokki hérna. Liðið er í sjokki, það er líka að renna upp fyrir þeim að þrátt fyrir öll sko stóru loforðin frá Duvalier gull og græna skóa, þá var minnst af þessum bónusum búið að skila sér í vasa leikmannana. Og það er mjög erfiðar að sækja bónusa eftir á þegar að allt er farið í klessu. Og þeir fara heim í rauninni dálítið með svona skottið á milli lappana, en lifa þó því að hafa skorað 2 mörk og hafa skorað framhjá Dínosov. Já. Og það sem að Haítí-menn segja þegar og svona þeir sem að vilja svona glasið er hálf fullt típurnar, sjá þetta þannig að þeir hafi bara staðið sig vonum framar í upphafsleiknum,
sýnt það að þeir hafi geta staðið upp í hárinu á einu af bestu liðum Evrópu, en síðan hafi í rauninni atburðir utan vallar slegið það út á laginu, þannig að það að fókusa á fyrsta leikinn gefur rétta mynd, á meðan að það sem kannski hrókafullir Evrópubúar sem að vildu draga upp þá mynda að þriðji heiminu væri bara ekki tilbúin fyrir að fá fleiri sæti, þeir horfa á miðjuleikin. Þar sem að Pólverjar náttúrulega voru bara að blómstra, kom síðan náttúrulega í ljós að þetta pólska lið fer í undanúrslitin og var í rauninni bara óheppið að fara ekki alla leið í sjálfan úrslitaleikin á mótinu. Já, og leikmenn Haítí bara annars hugar í þessum leik. Já, og sagan endur tekur sér dálítið kannski hjá Zaír. Við séum bara form á þessu hjá þeim dálítið. Þetta er í rauninni, er í rauninni dálítil spegilmynd. Þjálfari Skota hafði farið og hort á landslið Zaír spila í Afrikukeppni og fór í kjölfarið í viðtölum. Ekki, Skotar hafa aldrei verið góðir í væntingastjórnun þegar kemur að heimsmeistaramótum og alltaf endar þetta í tárum. Og þjálfarinn hafði bara farið í viðtöl og sagt: ég er búin að sjá landslið Zaír, þið geta ekkert. Þessi menn hafa ekkert í okkur að gera, þetta verður skotæfing. Og umræðan fyrir leikinn gekk út á það að það væri mjög mikilvægt fyrir Skota að raða inn mörkum í þessum leik, bara til að stimpla sig inn og hræða aðeins hina mótherjana, Júgoslava og Brasilíumenn. Skotar mættu í þetta mót til þess að verða heimsmeistarar. Já. Þeir voru mjög hrókafullir og mjög kátir með að vera mættir á heimsmeistaramót þar sem væru engin englendingar. Þannig að og amatúrismin í tengslum við þetta var reið ekki við einteyming. Það eru lýsingar leikmanna sem að voru í skoska landsliðinu að bara fylleríinu í flugvélinni á leiðinni til Þýskalands og tappin var ekkert settur í flöskuna strax. Þetta var fyrsti leikur, hálfgert formsatriði. Áttu bara að vera einhver uppbytunarleikur kannski? Hann átti að vera bara uppbytunarleikur. Það er ævintýralegt að lesa og það er fjalladaldið það í þessari mjög skemmtilegu bók eftir íþróttablaðamannin Neil Andrews sem heitir Zaír 74, fjallar Zaír landslið á þessum árum og sérstaklega heimsmeistaramótið. Og það er með ólíkindum að lesa allan þessi rasísku skrif Zaír liðið í öllum íþróttablöðum í Evrópu. Eitt af því sem að það voru endalausar fréttir af því hvað leikmennirnir borðuðu og það gengur miklar sögur af því að Zaír liðið hefði komið með ókjörun öll af apakjöti til Þýskalands. Og það væri nú aðal fæðan og í rauninni bara lýsingarnar á þessum hottintottum sem að væru komnir og farnir að spila voru með hreinum ólíkindum. Og þetta er náttúrulega stef sem við sjáum aftur og aftur þegar kemur að stórmótum og hvernig menn hafa runni leyft sér að tala þeldökku fótboltaliðin frá Afríku og ekkert alltaf illa meint. En maður heyrir alltaf talað þennan svona óagaða fótbolta. Það séu svona öguðu evrópsku liðin sem að skilji einhverja strategi en svo séu bara svona stóru börnin sem einhvern veginn bara spili með hjartanu og þegar þeir heyri trumbuslátt og þá farið bara einhvern veginn að dansa og geta ekkert varist og þar fram með til götunum. Það þráttur þá staðreind að afrísku landsliðin sem að keppa á HM í dag er náttúrulega bara öll skipuð atvinnumönnum leikandi í stóru deildinum í Evrópu. Já, og kannski fínt að geta þess að þetta er þetta ekki fyrstu 2 þeldökku landsliðin sem tóku þátt á heimsmeistaramóti? Jú, það má eiginlega
eiginlega segja það allavega svona einu skip alfarið skipið held okkur leikmönnum og það og hérna dró ekki úr einmitt öllum svona rasísku staðalmyndunum. Sær bara veitir skotum hellingskeppni. Þeir tapa vissulega 2-0 en voru bara gríðarlega óhefnir að hafa ekki skorað fyrr í leiknum og skotarnir eru bara litlir í sér eftir á og bara játa þetta lifa bara miklu betra heldur en okkur óræði fyrir. En hér sjáum við aftur sama mynstrið. Flottur fyrsti leikur og ef að frammistaðan hefði verið metin á þeim grundvelli, við tala ekki ef að þetta hefði verið lið sem að hefði, ef að menn hefði skilað inn eyðublaðinu 4 árum fyrr og Sær hefði verið að keppa á sinu öðru heimsmeistaramóti, bara aldrei að vita hvað það gerst. En það eru ógæfan utan vallar. Mobutu og hans menn eru að fikta í liðinu. Mobutu og íþróttamálaráðherra hans áttu uppáhaldsleikmenn og það kann aldrei góðri lukka stýra þegar að einræðisherrar ákveða að hafa vit fyrir landsliðsþjálfun og það þarf að koma mjög skýr skilaboð frá fulltrúum knattspyrnusambandsins það að þess eigi að vera í liðinu, þess eigi ekki að vera í liðinu og ákveðu þessum sé ekki spilað og einhverjar afsakanir eins og hann sé meiddur, hafa nú ekki hlustað á það því að töfralæknir Mobutus var nú búin að magna einhvern seið sem gerði það verkum að hníða að honum var komið í lag. Og ofan í þetta bætist vænisýkin að Vítisits þjálfari var Júgóslavi og næsti leikur var á móti Júgóslavíu og það fara að birtast skrif í blöðunum heima í Sær það getum við í rauninni treyst þessum útlenska málaliða á móti sínu eigin heimalandi. Er hann ekki alltaf að fara að draga taum þeirra? Mun hann ekki stilla upp veikara liði til þess að tryggja að Júgóslavía komist áfram í keppninni? Og þetta magnast og paranoian í baklandi Mobutu manna verður slík að á leikdegi koma sem sagt Vítisits var búinn að kynna liðsuppstillingu fyrir liðinu, svo bara í klefanum fyrir leik þá engin Vítisits. Bara öryggisverðir höfðu vísað honum í burtu, embættismaður frá Mobutu stjórninni kemur og segir svona lítur liðið út. Og það bara skipt hest í miðri á. Og eins og þetta hafi ekki verið nóg, þá höfðu menn allan tíman meðan á undirbúningnum stóð langri keppnisferð og með æfingaleikjum fyrir mótið var byrjað, leikmenn Sær voru á sama hóteli og Haiti mennirnir sáu leikmennina frá Haiti bera inn tæki og tól, rafmagnstæki og lúxusvarning en ekkert hafði bólað á greiðslunum að heiman og stöðugt var þetta tekið upp hvenær kemur peningurinn og það búið að lofa okkur miklum bónusum og öðru slíku. Það var vitað að FIFA greiddi hverju aðildarsambandi feitan tékka í byrjun mótsins og eftir að mótið byrjað þá eru ennþá þessar deilur peninga og hálfa nóttina fyrir þennan annan leik á móti Júgóslavíu þá fundur greiðslur bara launaþref og karp leikmennirnir eru búin að hóta verkfalli
og ætluðu að ef þeir fengju ekki fengju þetta ekki gert upp og þetta var pingulítið misráðið því að fulltrúi Mobutu stjórnarinnar kemur á fund þeirra eða hvort það var ekki meira að segja bara sett upp símtal við Mobutu sjálfan sem að sagði mönnunum þið eru til skammar og þið munu hafa verra af fjölskyldur ykkar munu gjalda fyrir það fyrir óhlýðni ykkar þannig að aftur kemur lið inn í leik númer 2 með versta mögulega undirbúning svefnlausa nótt það er að renna upp fyrir þeim að loforðin bónusana miklu þau eru ekki að fara að rætast mennirnir sem að héldu að þeir varu milljónamæringar eru ekki lengur milljónamæringar og þjálfarinn þeirra hefur verið bara tekinn úr umferð hann færi nú að hitta liðið og sitja með þeim í varamannaskilinu en það er búið að hræra í liðsupstillingunni það er búið að setja nýjan markvörð inn á eftirlætis markvörð Mobutus og þeir eru kjöldreiknir af Júgóslavíu 9-0 Já. Og þetta hefði getað verið að blennvara liðið sér ekki til sólar skiptingarnar einhvern veginn strax í upphafi hefði mátt vera ljóst að þetta snerist í rauninni bara það að minnka tjónið en í staðin er farið í sóknarsinnaða skiptingar svona til þess að reyna að klóra einhvað tilbaka í staðin fyrir að múra bara fyrir og þarna komið afhróðið og þarna komið tækifærið fyrir Evrópubúana sem að vildu ekki Havelans, vildu áfram að HM væri bara mót fyrir Evrópu og Suður-Ameríku til að segja, sjáiði, við þurfum ekkert meira af svona liðum. Þetta verður það sem að gerist ef við hleypum þriðja heiminum inn á HM þeir hafa ekkert erindi. Óþörft er að taka það fram að Mobutu hafði lítinn húmor fyrir 9-0 tapi á móti Júgóslavíu og það sem virðist hafa gerst og heimildum ber ekki algjörlega saman en að hann hafi sent skilaboðin lokaleikurinn ykkar er á móti Brasilíu þið eru væntanlega ekki að fara að vinna hann en ef þið tapið meira heldur en 3-0 þá skulið þið ekkert hugsa það að koma aftur heim og þetta eru ekki skilaboð sem þú vilt fá frá einræðisherra sem er frægur fyrir að hengja pólitíska andstæðinga sína á íþróttavöll og niðurstaðan í leiknum er 3-0 sigur Brasilíu sem að heppilegt nokk var það sem Brasilía þurfti til þess að fara áfram á markatölu og skilja skotana eftir þá þurftu þeir að vinna með 3 mörkum margir hafa velti fyrir sér er þetta ekki grunnsamlega hentugt fyrirliðin hreinlega bara sakaði markmanninn seinna svindl hann hafði bara hleypt seinustu 2 mörkunum hjá Brasilíu inn og það verður nú að segjast að þar kemur nú YouTube markverðinum dálítið til bjargar allavegna annað að þessum 2 mörkum var nú bara einhver skrýmer sko, bara algjör til með flegur sko, og kannski gaman líka að tala með hann markmann hann er alltaf enginnilegur, hann spilar hanskalaus og hann mjög yðininn í teiknum, hann bara fer eiginlega út í allt hann getur sent sakar það að vera eitthvað fastur á línunni eins og hættir að saka svona nútíma markmannstöndum sko, mjög skemmtilegu karakter sko var bara alltaf á flegi ferðin í teiknum sko. Mjög góð típa og það má alveg segja að Brasilíumennir voru líka mjög stressaðir það er stressandi að þurfa að landa 3-0 sigri þó svo að andstæðingurinn sé ekki upp á markafiska Sær átti sín færi í þessum leik þeir tapa 3-0 svo kemur þetta
alræmda atvik sem alltaf rifjað upp í öllum klippum yfir svona kunnustu moment í sögu heimsmeistarakeppninnar sem að var afar slæmt PR fyrir afrískan fótbolta. Það aukaspyrnan. Það sérstaklega skondið. Rifum hana upp. Já, það sem sagt Brasilia á aukaspyrnu, hann rétt fyrir utan teig. Dómarinn flautar spyrnuna á og þeir eru eitthvað ennþá að tala á milli sín Brassarnir hver að taka hana held ég eitthvað og þá bara tekur varnarmaður Haítí sem er í varnarvegnum til skara skriða og ríkur úr vegnum og neglir boltanum bara lengst í burtu eins og hann hélt bara hvað leikmaður sem ætti tilkall til boltans þarna. Og þannig túlkuðu náttúrulega flesti sjónvarpshárar. Já, þannig hann var bara furðu lostin yfir því að fengið gult spjald þarna eftir svera. Og fyrir vikið þá þetta einhvern veginn túlkað. Við erum komin hérna með einhverja svertingja úr frumskóginum sem eru alltaf étandi abakjött og þeir kunni ekki reglurnar og þetta þykir allt mikið gaman og mikið grín. Fólk hafði náttúrulega ekki bakgrunninn og það sem að þessi og menn hafa sem sagt bæði fullyrt að þarna hafi hann nú bara verið logandi hrættur það að hér kæmi fjórða markið og hefnd Mobutus yrði kölluð yfir þá. Sjálfur hélt leikmaðurinn því fram síðar að hann hafi ætlað að fá rautt spjald og þetta hafi verið hugsað sem mótmæli við því hvernig knattspyrnusambandið hefði komið fram við þá. Þarna mótinu allavegna lokið og Zaire flýgur heim. Og þá tekur við tímabil þar sem að tröllasögurnar aftur, ekkert internet og samskipti millilanda erfiðari, þá koma allar sögurnar það hvað hafi orðið leikmennina. Og evrópsk blöð birta hvert af öðru bara fregnir það þeir séu horfnir. Sennilega hafi þeir bara allir verið drepnir og þetta náttúrulega, það fangar náttúrulega athygli heimsins. Það var nú ekki veruleikinn. Leikmennirnir voru bara leið og þeir lentu með herflugvél í Kinshasa. Þá var farið með þá í hús í eigu Mobutu og þar var þeim haldið innilokuðum í einhverja nokkra daga bara í refsingaskyni og messaði yfir þeim og hraunaði yfir þá og þeir hafi brugðist þjóðsinni, þeir hafi brugðist landinu og sem verra væri þeir hafi brugðist Mobutu og þeir náttúrulega eru allir logandi hrættir, hvað muni verða þá, eru þeir fangelsaðir, eru þeir drepnir, eru þeir sviptir húsunum sínum og bílunum og þar fram eftir götunum, en svo sefast nú reiðin hjá einræðisherranum sem að sama hátt og Baby Doc gerir í Haítí á sama tíma, kemst að þeirri niðurstöðu eftir þetta heimsmeistaramót að fótbolti sé dálítið svona illviðráðanlegt fyrirbæri. Þú getur ekki haft eins mikla stjórn á því og öðru, það séu aðrar leiðir til þess að svona tengja sig við íþróttir og áhugi Mobutus beinist að hnefaleikum. Og síðar þetta sama ár náttúrulega einhver frægasta hnefaleikakeppni allra tíma, Rumble in the Jungle, haldin í Kinshasa, þar sem að Muhammad Ali berst heimsmeistaratitilinn fyrir bara augsýn veraldarinnar, mikil skrautsýning og Mobutu situr þarna náttúrulega bara fremstur og horfir á kappleikinn og leikmennirnir úr Zaire liðinu, hlébararnir, það var nú búið að taka þá það mikið sátt að þeir fengu heiðurstúku miða og það var nú, virðist nú markmiðið hafa verið að sýna almenningi í landinu að þeir væru lifandi og þeir eiginlega gönduðust með að þessir miðar sem voru fókdýrir hafi nú eiginlega verið öll sigurlaunin sem að þeir fengu því að peningarnir fyrir að taka þátt á mótinu í HM, þeir náttúrulega litu aldrei dagsins ljós. Sumum af þessum leikmönnum var refsa með því að þeim var bannað að spila fyrir sín félög í allnokkur tíma og margir þeirra urðu síðan bara
blásnauðir og enduðu líf sitt í fátækt þangað til alveg á síðustu árum það var dálítið í tengslum við HM í Suður Afríku 2010 þá vaknaði dálítið svona áhugi umheimsins á afrískum fótbolta og sögu hans og margir fóru að rifja upp þetta fyrsta þeldökka afríska lið til að keppa á HM og þá var gengið í það að grafa upp þessa menn sem að margir hverjir voru bara að veslast upp í fátækrahverfum Kinshasa og víðar og sumir þeirra fengu svona ánægjulegt ævikvöld með einhverjum styrkjum frá FIFA og afríska knattspyrnusambandinu. Og kannski þessi fótbolti þessara tveggja landa ekkert almennilega ná sér á strik svona eftir þetta? Nei, hvorugt þeirra það er nýverið fór lýðræðislega lýðveldi Kongó í fyrsta sinn í umspill sæti á HM, það var fyrir síðasta heimsmeistaramót en það er eina skiptið frá 1974 sem að landið hefur farið nálægt í að komast í úrslitakeppni. Haítí kemst stundum í hóp þessara 16 liða sem að keppa í úrslitum Norður-Ameríku keppninar en það þarf mikið vatn að renna til sjávar þar til að önnur hver þjóðin mæti aftur á HM og það þrátt fyrir að Infantino haldi áfram að stækka HM út í hið óendanlega. Einmitt. Og hefur það ekki bara komið sögu þessara tveggja landa ágætlega frá okkur? Það er rétt að vona. Já, ekki bara þakka fyrir okkur og sjáumst bara í næsta þætti.